ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Verið velkomin í Mótorhaus. Að þessu sinni ætlum við að kynna fyrir ykkur Porsche-bifreiðar í boði Bílabú Benna. Í upphafi teiknaði og hannaði maður að nafni Ferdinand Porsche bíla fyrir Mercedes-Benz. En löngunin hjá honum var að færa sig úr því að hanna stóra og mikla bíla fyrir ríkt fólk yfir í að hanna litla fjölskyldubíla fyrir almenning. En það var ekki fyrir 2 árum eftir heimsstyrjöld að Porsche tók að blómstra aftur. En það var árið 1947 að Porsche 356 var búinn til. Það var með Volkswagen-vél og komu auknar vinsældir í Bandaríkjunum mjög á óvart. Það voru smíðuð frum eintök á bílum, svo var keppt á þeim og að því loknu voru þeir settir á markað fyrir almenning. Ætli það sé ekki að hluta til út af þessari sérstöku leið þeirra í markaðssetningu að enn þann dag í dag er hægt að fara með bílana á keppnisbrautir og taka vel á þeim án þess að ábyrgð framleiðanda detti úr gildi. Þar sem að Porsche er hannaður á keppnisbraut og hugsaður í slíkt. Á þessum tíma voru flesti bílaframleiðendur að keppast við að innleiða eins mikið af vélum í framleiðslu hjá sér og hægt var, á meðan að Porsche smíðaði bílana sína mestu leyti í höndunum. bíllinn var léttur, kraftmikill, vélin aftur í og skemmtilegir aksturseiginleikar. En svolítið eins og hamar þar sem að öll þyngdin var aftast í bílnum og við vitum öll hvað gerist þegar að hamri er kastað. Það var engu að síður hluti af gamaninu og bauð Porsche upp á ökunámskeið fyrir Porsche-eigendur, bæði til að læra betur á bílinn sinn og geta nýtt eiginleika hans til fulls. Jæja, nú erum við komin á kvartmílubrautina hérna í Hafnarfirði og við erum með fullt af Porsche-bílum hérna í kringum okkur. Búin að pröfa í dag og svona og við erum með hann Benedikt Eyjólfsson hérna. Benni, hvað erum við að gera hér? Við erum bara að prófa hérna alvöru bíla. Við erum að kenna fólki, þetta er prógram sem búin að vera með núna heila viku. Menn kemur kennari frá Þýskalandi, við erum með 5 gríðarlega öfluga bíla hérna og menn fá að læra að taka upp á bílunum, keyra á hratt, bremsa, keyra í keilum og svo fá menn að keyra mjög hraðar hringi hérna með kennar á undan. Er þetta eitthvað sem þú hefur gert áður? Já, við gerðum þetta í fyrra, vorum að vísa með færri bíla og þannig að nú er þetta svona meira alvöru og brautin er ótrúlega skemmtileg, þannig að þetta hefur tekist meiri átt að vel. Þú ert umboðsaðili Porsche á Íslandi, eða ekki? Jú, við erum búin að Bílabú Benna búin að vera með umboð á Porsche frá 99. Og gengi vel? Já, þetta er þannig vara, það var ekki verið erfitt að selja hana. Hver er svona helsti munur á Porsche og bara á öðrum þýskum bíl? Það var mjög gaman að því að við byrjuðum hérna 99, þá einmitt kannski var ekki svo hefð hérna eins og í Evrópu að fólk vissi hvað Porsche væri. Þannig að við tókum þá ákvörðun að vera með sýningarsal í Kringlunni. Fyrst að fólki kom ekki til okkar, þá fórum við til þeirra og við vorum rúmt ár þar, menn töldu okkur nú vera hálf galna við það, en það fekk fólk að þreifa á bílunum, sjá þetta. Þannig að þetta er í rauninni annan en allir aðri bílar. Til gamans að því við stöndum hjá Kappakstursbraut, ég held að allir aðri framleiðendur en Porsche, það dettur ábyrgðin á bílum ef þú fer á Kappakstursbraut. Hún heldur fullri ábyrgð og þeir ættast eiginlega til þess að fara á Kappakstursbraut. Okay. Læra að keyra og njóta þess að nýta bílinn til fulls? Já, þeir eru með svona prógram í nokkrum stigum, þannig að þú getur farið og lært að keyra bíla. Okay. Hvað var það sem við vorum að gera hér í dag á þessum bílum? Þetta var sem prógram sem við settum upp fyrir viðskiptavin okkar. Þannig að menn gáttu að koma og hérna prófa þessa öflugu bíla. Það var nú bílar upp í 560 hestöfl, Cayenne Turbo S, einhver brjálæðasti bíl sem ég bara eiginlega keyrt allan á götu. Og menn fengu að prófa bílana hér, svo kallað launch control sem er svipaður hlutur og er í Formúlu 1 bílunum. Þú stendur allt í botni og slettir bremsunni. Kúplingin í þessum bílum er þannig að þetta er doppelklöts kassi, þetta er tvöfald, þannig 2 gírum í einu. Þannig að hann er bæði fyrst og öðrum og síðan þegar þú tekur úr fyrsta þá er hann dettur inn í þriðja, það er bara millisekundur á milli. Menn fengu að prófa þetta launch control og eru mjög hissa. Síðan fórum við á keiluakstur og það var mjög gaman að fylgjast með mönnum hvernig menn halda sér ekkert máli, þetta er meira en það heldur og menn voru fljótir að læra
og síðan voru menn náttúrulega nauðhemla inn í svona boxi til að sjá hvað brennsluvegalengdin er ótrúlega á bílunum og svo fengu menn að fara hér hring á kappakstursbrautinni. Fyrst fóru menn svona uppbytunarhring til að skoða brautina, kennarinn var fremstur og menn fengu að keyra hér ótrúlega hratt, örugglega sýnið það hérna á myndunum með að þessi menn hafa kannski að fara fyrsta skipti á braut. Auðvitað þessi bílar, yfirburðarbílar, menn þurfa að læra á tækin sín en auðvitað fer þetta allt eftir aðstæðum. Það eru aðstæðurnar sem er hættulega. Það eru aðstæðurnar, bílinn og bílstjórinn. Það er ekki hvað þú keyrir hratt. Er þetta eitthvað sem þið ætlið að gera meira af? Já, við ætlum að gera þetta á 2 ára fresti en ég held að þetta búið svo gaman þessa viku að ég er alveg viss að við gerum þetta aftur á næsta ári. Átti ekki svolítið að þessi bílu sjálfur, Porsche-bílum? Ég er náttúrulega á ekki þessa bíla. Þessi bílar koma frá Þýskalandi. Porsche lánar okkur þessa bíla en það er einhverjir bílar til hjá okkur. Hvað áttu sjálfur? Ég keyri sjálfur Cayenne diesel VAF 8 sem er 850 Newton, 5,2 sekundur dieselbíl í 100. Já. Og þú trillar á honum í bónus? Já, ekkert mál. Til dæmis að þegar þú keyrir 911, ég man alla að þú komast að ég keyra 911, því 911 er öðru sem allir eru bíla. Þegar þú keyrir á löglegum hraða niður í bæ á 911, þá ertu helmingi fljótari. Okay. Það er svo gaman. Þú myndist aðeins á brautina hérna. Þú kemur eitthvað nálægt þessari braut, það ekki? Jú, ég var með í byrjun fyrir 40 árum. Þá þegar við byggðum þetta voru nú bara í rauninni 17 til 20 strákar að mestu leyti sem byggðu þessa braut og í rauninni ótrúlegt kraftaverk. Og það sem hugsunum var, við vorum að spyrna henni í Kúagerði og undir Esju og fleira og löggan eltast við okkur. Það sem gerðist við þessa braut var það að við fórum að keppa á braut, ekki í umferðinni. Og það sem gerist er að menn fá útrás á braut, þá keyra hægar í umferðinni. Það er mjög ánægilegt að segja frá því strákar að hér eru komnir ökukennarafélag Íslands er komið með húsnæði hérna fyrir endan og er með aðstöðu hérna og er að taka þátt í þessu núna loksins. Þannig að ungir ökumenn geta fengið að spreyta sig á þessari braut. Og ég tala ekki ef menn vilja keyra hratt og prófa bíla og þetta snýst ekki bara hraðastrákar, þetta snýst líka bara bremsur, beygjur, finna tæknina, njóta tækisins sem maður er með í höndunum og þetta var ekkert endilega við bara Porsche bíla, það er að fara með alla bíla hérna, þannig að menn þurfa ekkert endilega að fá sér Porsche til að koma hérna, þó að það sé auðvitað það skemmtilegasta. Og ná þar með hraðanum af göttunum og inn á þessi svæði, þannig að það sem allt er öruggt. Þetta er það sem við erum búin að vera að segja í 40 ár. Þetta tókst 1976-7, þá tókst þetta, við fórum hérna með bílana, ný kynslóð kannski veit ekki alveg að þessari braut og þess vegna gríðarlega mikilvægt að hér, nú er allir sem er að læra að keyra bíl, allir að stórreikjaður sem koma hingað. Ég veit að þeir í Akureyri held ég að séu konið með þetta, þannig að ég held að menn munu sjá eftir 1-2 ár bara breyting á aksturslægi ungra manna. Þú hefur keppt í mótorsporti sjálfur árið ekki? Jú. Ég keppti hérna árið, ég var bæði í toffárukeppni, ég var 3 ára í röð Íslandsmeistari í toffáru. Svo varum við í sandspyrnu og við kepptum auðvitað hérna á Kvartmýlubrautinni þegar hún var opnuð. Ég keyrði nú meira niður jólatréð á hérna Villisjeppanum, hérna fyrstu spyrnunni. Prjónaði dálítið og réði ekkert við bílinn. Seinna kom ég síðan með Pontiac 68 hérna og náði ágætis tíma með árið, þetta var 1981. Það náði ég 983. Og ég held að það hafi staðið vel yfir 10 ár það með. En Willys, hvernig fórst það, nú talar um jólatré? Er það sem ljósa tréð sem ræsir mennina? Já, það er, við kallum það jólatré, það er sem tréð það sem ræsir bílan í startinu. Og ég náði 12:45 á þessum Willys-jeppa, en fór í rauninni bara 3 ferðir. Því þá fór girkassinn. Þú hefur nú keppt á Akureyri líka, það ekki? Jú, það var alltaf rosalega gaman að fara til Akureyrar. Og fengum rosalega góða móttökur og var alltaf rosalega skemmtilegur bílaklúbbur Akureyrar. Við sváum heima hjá meðlumum, það var ekki einu sinni verið að fara í tjaldið annað. Og sérstaklega ánægilegt, í öll skipti sem fór til Akureyrar þá vann ég. Hvort sem það var sandspyrna, toffárukeppni eða meiri sjá bílasýningunum. Bara hrættu við? Já, nei, engir hrættu við mig. Það var bara skemmtilega minningar á Akureyri, alltaf rosa gaman. Og ég fæ einlega fiðring enn þegar ég fer í bautan. Það því við fórum alltaf í bautan í Kanada og þá mann ég eftir þessu. Á svæðinu þennan dag voru rauður Boxster GTS, 6-cylindra 3,4 litra vél sem er 330 hestöfl og 4,7 sekúndur í 100, 1375 kíló. Blár 911 Carrera 4S með 6-cylindra 3 litra 420 hestafla vél með 440 Nm tóg.
Þessi bíll er 3,8 sekúndur í 100 og er 1510 kíló. Rauður Macan GTS, 6 cylindra 3 litra 360 hestafla kvikindi, sem er 5 sekúndur í 100 og aðeins 1895 kíló. Svartur Cayenne Turbo S, 8 cylindra, 4,8 litra 570 hestum, 4,1 í 100, 284 km hámarkshraði. Rauður Cayenne GTS, 6 cylindra, 3,6 litra 400 hestafla, 600 Nm tog, 8 gíra Tiptronic skipting sem skilar honum á 5,1 sekúndu í 100, hámarkshraða upp á 262 km hraða og bíllinn er 2110 kg. Og svo ekki má gleyma að bílarnir voru allir á Pirelli-dekkjum sem reyndust mjög vel. Tilfinningin hjá okkur eftir spjallið við Benna og hafa pröfað þessar Porsche-bifreiðar er að Porsche heldur sífellt áfram að þynna línuna á milli sportbíls og fjölskyldubíls. Eftir daginn veltum við fyrir okkur. Hvaða er í raun og veru sem að skilur fjölskyldubíla frá sportbílum? Ok, þegar ég lyfti hendinni þá botnaru, þegar ég set niður hendina þá sleppur bremsunni satt og getur og ekki hreyfa bensínfótinn, bara hafa hann alveg í flóraðan. Já, bara on-off. Já, ok. Wow, maður! Og negla hérna inn í bóksunni, negla! Shit, hvað virka maður! Hvernig gera þetta? Ha? Þetta er bara alveg. Hvernig grípur þetta svona heftalega? Gírkassinn með 2 kúplingum og hugsaði sko boxstyrinn sem við erum með hérna er búinn að fara í 3000 svona löns án þess að skipta kúplingum. Þetta er náttúrulega bara næsta level að dóti, sko. Já, maður. Þetta er Turbo Cayenne S. Ég heyrðu. Tekur þetta hann hallan eftir. Hvað hérna? Æfur þetta? Aðeins við helgum með bíkni. Jesus, þetta er bara svo sportbíl. 160. Já, ok, nú skil ég okkur menn að borga fyrir bremsum, maður. Jesus Christ. Ég nældi síðast niður í, sko, Subaru 800. Ég hef ekkert, ég nota bremsum miklu minna, sko. Jöfnvöldi, maður. Maður er bara gjörsamlega farþegi þetta. Ég, sko, þessu átti ég ekki von á, maður. Já. Veistu vel langt í þín þá, eða? Hvernig virkar þetta allt saman? Svo setur svo í gír. Svo bara stýrir við. Það er ekkert flóknara en það. Hvernig er skiptingin í þessu? Það er 8 gírað gírkassi, sko. Það er ekki. Stíður svo létt á bremsuna, bara finna hvernig bíla er, hvað gerur hraðar. Að gulu. Að rauðu. Og halda gulu? Já, gulu. Svo rauðu. Fara út? Aðeins víðar, en þetta er allt í lagi, Í gulu? Botnaðu. Passaðu svo ekki í gegn, stoppaðu svo hérna. Neldu. Jesus, maður. Það er svo vel að sé alltaf nálægt munum. Þetta er alveg snarbilað tæki, maður. Þannig sjáum við hvað Porsche er. Þetta er bara öðru sem aðri bílar. Já, ég hef aldrei pröfað Porsche áður, sko. Hvað segir? Þetta er bara first time, sko.
bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Sumir hafa ótrúlega ástríðu fyrir ljósmyndun, á meðan aðrir vilja einfaldlega safna minningum og jafnvel að prenta út hágæða ljósmyndir. Taktu þitt næsta skref með Canon. Við erum komin að hitta hann Ólaf í Skjaldarvík sem rétt utan við Akureyri og ætlum að spurja hann aðeins út í hvað nýjasta æðið sé í ferðamennsku á Norðurlandi. Sælveitu, já, við allavega ákvaðum að smella okkur á nokkra buggybíla og leyfa fólki að prófa það, sjá hvernig það gengi og við byrjuðum með þetta núna í sumar, keyptum hérna 6 bíla af Nitro, hérna, CF Moto og byrjuðum þetta bara í júní og við erum búin að vera að keyra í sumar. Alveg út á suður. Og bara gengið vel? Já, bara gengið ljómandi vel. Og mikil aðsókn? Búið að vera fín aðsókn, ekkert búið að vera neitt brjálað, þetta er alveg nýtt, þetta er nýtt á Norðurlandi og svona og það tekur tíma að koma svona á koppinn en já, mjög sáttur við það sem er búið að vera í sumar. Hverjir eru það helst sem að sækja í svona adventure ferðir? Sko, þetta er óbáslega blandaður hópur og það er kannski sem kemur manni skemmtilega óvart, sko. Yngsti kúnninn sem ég er búin að fara með á 4 ára og svo elsta, svissnesk kona, hún var 74 ára, hún sagði að þetta hefði verið lovely. En hvernig, þarftu einhver réttindi eða er bílprófið bara nóg? Bílprófið er nóg til að keyra, farþeginn má náttúrulega vera bara, farþegi. Þetta eru götuskrá tæki, koma tilbúin í það og svo lengi sem með bílpróf og þá máttu keyra. Og hvað ertu yfirleitt að taka á móti stórum hópum? Það er nú mjög blendað, þetta er alveg frá því vera bara, þú veist, einstaklingar niður í, þú veist, bara kannski 2-4 saman eða eitthvað svoleiðis, en svo erum við líka að taka töluvert mikið bara af hópum sem eru þá, við erum bara með 6 bíla núna, þannig að það eru 10 sæti laus í túrinn, en hóparnir hafa verið þetta kannski svona í kringum það, en jafnframt líka stærri hópar, kannski 20-30 manns og þá erum við bara að skipta þessu niður og fara fleiri ferðir og aðrir gera eitthvað annað á meðan, skella sér í pottin eftir túrinn og svona, sko. Þannig að þetta er bara, já. En þú leiðir þennan hóp alltaf í gegnum einhverja leið, eða ekki? Jú, ég eða einhver hérðan fer á undan í einum bíl og svona reynir að stýra þessu, halda hópnum saman og svona ákveða hvert er farið og hvað er leið og hvað er rætt og keyrt og svona og reyna að halda þessu innan skynsemismarka. En af hverju buggybílar? Sko, við byrjuðum hérna í Skjaldarvík 2010 og byrjuðum þá strax með gistingu, veitingar og hestalegu. Og þá langaði okkur strax að vera með meiri afþreyingu. Og við erum síðan búin að vera að horfa í fleiri þætti, vorum oft á tíðum með ég að velta fyrir mig sko fjórhjólalegu, þess fannst það skemmtileg viðbót, en var svona pínlítið hræddur við þau tæki bara, svona upp á slys og svoleiðis að gera. Þannig að þegar þetta kom til hérna og ég er að kaugun í þessa bíla hérna frá Nitro, að þá fannst mér þetta svona passa miklu betur. Þetta eru miklu öruggari tæki. Þarna situru, þú ert að gera eitthvað sem þú vanur að gera, þú ert með bílpróf, þú ert bara að keyra eins og venjulega og þú ert í 4 punkta öryggisbelti, með hjálm á hausnum, veltingbúr í kringu þig. Þannig að mér varst vera komið þarna tæki sem væri hægt að nota í þetta. Þannig að ef eitthvað kemur fyrir þá er nú fólk býsna safe samt. Býsna örugt. Eitthvað sem hægt að hleypa almenning í á þess að vera á taugum yfir því? Já, það er þannig. Maður er við ýmsu vanir sko, því við erum með hestaleguna sko, en það hefur kannski verið á það bætandi sko. Það er maður svona öryggi í fyrirrúmi, það verður að vera þannig. Algjörlega. Já. Hvað eru þessi bílar kraftmiklir? Þetta eru 800 kúbíka bílar, þeir eru að skila svona 65-70 hestöflum, fjórhjóladrifið, það er þetta að velja það, hvort þú keyrir hann í afturdrifinu og fjórhjóladrifinu, þú getur læst eða splittað framdrifinu og þetta hentar mjög vel í þetta. Þetta eru alveg ágætlega kraftmikli bílar í svona lagað, alveg feiki nóg í rauninni. Þú ert með allan klæðnað og öryggisbúnað fyrir hópana eða? Já, ég er með svona þykka gúmigalla, það hefur verið eina sem virkar í þessu, fólk er alveg bara vakúmpakka nánast. Fólk lítur út svona svo appelsínugullir sandpókar þegar það komið í þetta, en þetta er gert fyrir þægindi og
Svo fólk með hjálm á hausnum og hanska og getur farið í stígvél og allan bakar, þannig að það alveg sama. Og þetta einmitt rosalega skemmtileg viðbót upp að það gera veðrið einhvern veginn skiptir engu máli í þessu. Það má vera ausandi rigning, það bara meira gaman. Meiri drull og meiri skemmtilegt. Akkurat þannig. Þetta ekki bara spurningum að við förum með þér hring? Jú, göllum ykkur upp og prófum þetta þess. IF Moto Zetaforce 800 EX bílarnir koma vaskkeldir með innspýtingu, CVF Tech kúplingu og svaðalegri mótorbremsu. Ofan á veltigrindin sterkt þak og allur tiltækur ljósabúnaður sem þarf til þess að bílarnir standi skráning og skoðun sem venjulegu bíll í hefðbundinni umferð. Bíllinn kemur búinn fram- og afturstuðara úr stáli og það spil að framan. Óli búinn að leggja þessa fínu braut í gegnum skóglendi í grennd við Skjaldarvík, þar sem ökumennirnir geta notið náttúrunnar og meðan þeir þeysast í gegnum skóglendið í virkilega fallegu umhverfi. Eins og Óli sagði í viðtalinu, þá skipti veðrið raunverulega engu máli. Í rigningu væri bara skemmtilegra. Bíllinn væri svolítið eins og leikskólabarn. Ef börnin væri ekki skítug, þá hefði hreinlega ekki verið gaman. Svo enda túrarnir í Malagrið rétt utan Skjaldarvíkur, þar sem menn geta tekið trillinginn ef útrásin var ekki næg í skóginum. Þetta eitthvað sem allir ætti að geta fundið sig í. Við í Mótorhaus þakkum ykkur fyrir frábært sumar sem að líða, þó sérstaklega styrktaraðilum og öðrum sem koma okkur til hjálpar. Við sjáumst eldhress næsta sumar á N4. Þetta var
ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.